svo að þú þarft bara ekkert að gera. Ég er búinn að fá boð að geimfarið okkar sem komið borð í ferjuna. Það er fínt. Það þýðir að ferðin heim til Ómekku verður bara skemmtiferð, það gleður mig. Já, ég býst við því. En ég var að vona að ég fengi að sjá heilmargt áður en ég færi, neðansjáa borgirna til dæmis. Það er það ágætist tilefni fyrir þið til að koma aftur í heimsókn. Þið eru heppin að fá að vera kyrr, þú og Spá. Ég verð að viðurkenna að ég öfund ykkur svo lítið. Ef Spá hefði verið orðið nógu hress til að ferðast hefðum við orðið samferða heim. En við komum heim með nýja geimfarinu. Blessaðu frá því, kæra þakkir. Farþegar til geimstöðvar, brottför eftir andartak. Gróði, lítu vel eftir honum. Hér er sjávarrækt. Það tók mér ótrúlega langan tíma að komast að því að í 1 kíló af túnfiski þurfti 10 kíló af sardínum og í 10 kíló af sardínum þurfti 100 kíló af dýrasviði og í það þurfti síðan 1000 kíló af jurtasviði. Þegar fæðuskortur þá er betra að eiga 1000 kíló af prótín en bara 1. Maður skildi ætla að það væri næsta augljóst. Hér eru nokkrir gamlir borpallar sem hafa ekki verið notaðir öldum saman. Olían er löngu búin. Og hvað ættum við líka að gera við olíu nú á dögum? Og þarna sérðu stöðvar sem unnu hitaorku úr sjónum. Hitaorku? Já, það er 20 gráðu hitamunur við hverja 1000 metra sem við köfum niður í sjóin. Og þann hitamun má nota til að framleiða rafmagn. Þetta er auðvitað orðin úrelt aðferð og langt síðan hún var lögð niður. Þarna er ræktað mikið af jurtasvifi og þarna er dýrasvif. Getum við farið að skoða hvalina? Þeir lifa á svif, er það ekki? Já, því ekki það. En það er ekki víst að þeir komi upp á yfirborðið. Hvalir halda að allir menn heiti Jónas. Þetta er stórkostlegt. Ég hef farið í víðum heiminn. Ég hef aldrei séð svona stóra skepnum. Þetta er stórmerkilegt, alveg ótrúlegt. Segðu mér, eru til margir slíkir? Já, í 100-tali, 1000. Segja má að hvalir séu forðabúr okkar, geymir prótínforðan. Þess vegna verðum við að gæta þeirra vel. Þeir búa við fullkomið frelsi en örugga gæslu. Það eru fleiri þarna. Þeir virðast vera að leika sér. Já, þeir eru að leika sér. Ég geti hort á það klukkustundum saman. En við skulum ekki taka þátt í þessum leik. Þeir myndu hafa okkur fyrir bolta. Þetta er hluti af Póseidóníu, einn af gömlu neðansjávarborgunum sem ég sagði þér frá. Það er auðveldar að koma þangað eftir göngum, en fyrst við erum nú hér. Hér er allt sem mannshugurinn girnist, bara að nefna það. Hótel, einkaíbúðir, sjúkrahús, allt hvað heiti hefur. Það sem við sjáum hérna fyrir ofan hafflötinn er bara smá hlut af öllu saman. Borgin er að mestu leyti neðansjávar. Hér er einn hluti borgarinnar. Jarðarbúum hefur nú fundist þeir eiga heim í sjónum svo öldum skiptir. Við ræktum hafið, við könnum það, við búum í því, við skemmtum okkur í því. Þetta er alveg eins og að vera út í geimnum. Já, það er alveg rétt hjá þér. Hafið er langmesta ævintýri mannsins fyrir utan himingeiminn auðvitað. Í hafinu hefur könnunar náttúra manna fengið að njóta sín nú hríð. Hvað er þetta? Gamlar verksmiðjur. Fyrir nokkrum öldum var olía hreinsuð hér. Jarðgas, kol, allt var þetta numið á hafsbotni. Við framleiðum enn prótín hérna. Þarna er málmvinnsla, kóbalt, úraníum, nikkel, kopar og margir fleiri málmar. Og hér eru demantar úr hafinu eins og allt hitt. Komdu, Kissi, við megum ekki verða of seinir. Gullvinnsla. Finnst þér þetta ekki athyglisvert? Gull er ekki nálægt í eins mikils virði núna og það var áður fyrr. Við erum fannir að geta framleitt það með efnafræðilegum aðferðum. Við verðum að halda áfram. Já, málmar. Það er furðulegt að hugsa sér það. Núna undanfarið hefur málmframleiðsla mikið minnkað. Svæði þar sem áttu að vera mikið af málmum
Það var eins og rýrað, það er rétt eins og sé búið að stela málmónum bara. Stela þeim hér á hafsbotni? Já, það er hálffáranleg hugmynd, ég viðurkenni það. Vinur minn segir þér meir þetta þegar þú hittir hann. Var ég búinn að segja þér að hann er foringi í neðansjávarlögreglunni? Ungur maður með undraverða hæfileika. Þú átt eftir að komast að raun það. Honum var illt í öxlinn daginn, það veit enginn af hverju. Ég er vissum að ykkur á eftir að koma vel saman. Þegar kúlan sekkur, vex þrýstingur sjálfkrafinn í henni til jafnvægis við aukinn þrýsting sjávarins. Hvað í ósköpunum tefur hann? Fyrirgefið hvað ég segi. Það stafar af rannsókninni á þessu málmakvarfi. Aðalatriðið þú ert kominn. Þetta er Pési liðsforingi frá Omegu. Það er mikill heiður að fá að hitta manninn sem bjargaði jörðinni. Komdu sæll. Já, Pési, þetta er Páll lögregluforingi. Einn helsti sérfræðingur okkar í neðansjávarmálum. Ég held að kunni betur við sig í sjónum en á landi. Kannski þú sért að hluta til fiskur, liðsforingi. Það er nýtt í öxlinni. Það ætti að lagast með tímanum. Og fyrst ég minnist nú á tíma, þá erum við að verða of seinir í matinn. Jæja, Pési, hvernig finnst þér að borða hér á hafsbotni? Þetta er jafn heilland og himmingeimurinn. Þú gerði grein fyrir að þrýstingurinn hér er mun meirinn á jörðinni? Já, hann lítur að vera gífurlegur. Það gæti enginn maður kafa svona djúpt nefn með sérstökum útbúnaði. Hvað kafar þú djúpt þegar þú skreppur í sund? 150 til 200 metra. Já, hérna. Flestir menn, jafnvel þótt þeir séu vel á sig komnir, verða ruglaðir og tapa allri dómgreind á minni en 100 metra dýpi. Alveg rétt, en þetta veistu auðvitað, liðsforingi. Já, vitanlega. En hvernig ferð að þessu? Er þetta þjálfun? Hann finnur okkar algjör undantekning, ég vissum hann er frá Atlantis. Nei, ég er nú reynda frá Kanaríeyjum, en það er nóg til þess að fróði karlinn kemur með alls kyns furðu kenningar. Þú getur sagt hvað sem þið sýnist. Það haggar ekki skoðun minni. Þú getur alls ekki breytt henni. Ekki fremur en því áliti mín að málm þjófar sig í hópi samstarfsmanna þinna. Ég held við ættum að ráða þig í lögregluna. Ég hefði gaman að hafa að skreppa með þér í sund einhvern daginn. Væri hægt að koma því í kring? Auðvitað, það er einfalt mál. Við getum stundað smávegis fornleifafræði neðansjávar, værir ekki til í það? Jæja, Kalli vinur, ertu vissum að þú viljir ekki koma með? Mér líst ekkert á að klæða mig í einhvern fiskabúning og skeggi myndi seinka mig svo á sundina ég kæmist ekkert áfram. Þú þarft ekki að fara í neinar þrýstiprófanir eða könnun á koldíóxíðs eða köfnunarefnistóli. Þú hefur áreiðanlega farið í slíkar kannanir í geimfaraþjálfun þinni. Við förum ekki mjög djúpt. Ef við skiljumst að, verður að gæta þess að kafa ekki niður fyrir 80 metra. Annars gætur þú tapað öllum áttum. Og venduðu við þrýstingsminkun á leiðinu upp. Stansaðu þrisvar og farið ekki á hratt. Hér er stærsta sjávarræktarstöð okkar. Hér er mesta svifræktin og þar að leiðandi einnig fiskirækt. Auk þess er hér hreinsunarstöð fyrir andrúmsloft jarðar. Hún sogar til sín koldíóxíð og sendir frá sér súrefni. Gættu þess að missa ekki sjónar á mig. Risa kolkrabbi. Hann gerir okkur ekkert. Komdu nær, líttu á hann. Hann er meinlaus. Sokkin borg. Sjáðu.
Ekki kafa niður fyrir 80 metra. Það getur verið hættulegt. Er mig að dreyma? Þetta sjá einungi sínir hjartahreinu. Varlega. Varlega. En falleg, dásamleg, dans. Ekki fara of djúpt. Þá getur þau glatað allri dómgreind og týnt áttum. Þú væri búin að vera. Páll! Páll, hjálpaðu mér! Ef Páll hefði ekki fundið í tíma, hefðurðu kannski rifið af þér súrefnisgrímuna í einhver æði og enda sem fiskafæða. Hefna Páll var með þér, annars væri líklega dáinn núna. Þú veit, lukkunar pannfín. Það er satt. En þetta var stórfurðulegt. Þetta var svo raunverulegt. Mér fannst þetta alls ekki vera neitt draumur. Já, en hvernig fór Páll að því að finna þig? Hvernig gat hann verið á réttum stað og réttum tíma? Kannski fjarrir, hver veit? Já, hver veit? Ég spyr hann. Hann er algjör leyndardómur þessi piltur. Hann ætti að koma á hverju stundu, nema náttúrulega, hann er seinn. Jæja, þú kemur á hárréttum tíma. Líður þér betur núna, liðsforingi? Ertu búinn að ná þér? Páll, ég ætla að kynna þig fyrir spá liðsforingja. Hvað? Já, Mér finnst lögreglufóringi að við höfum hist áður. Finnst þér þetta líka? Já, það er alveg satt. Ég þekki þig. En skrítið, þú hefur birst mér í drauminn. Þekktustu við í öðru lífi? Já, það held ég. Í öðru lífi. Ó! Æ! Er ég nú komið með 3 sjúklinga hérna? Við vorum nú hraustbyggðar en þetta í gamla daga. Fyrirgefðu, má ég spyrja mig? Mér langar að vita hvar við þekktumst og hvenær. Það er mjög áríðandi fyrir mig að fá að vita það. Mjög áríðandi. Síðast þegar ég sá þig vorum við í bát. Heimurinn umhverfis okkur var að splundrast. Já, alveg rétt, í bát. Og fyrir framan okkur var Póseidónía að sökkva. Póseidónía, höfuðborg Atlantis. Og Póseidónía, nútímaborgin, var reist einmitt þar sem hin sökk í sæ. Þess vegna kom ég hingað. Ég varð að takast á við ímyndanir mínar. Draumar mínir eru raunverulegir. Þegar ég er í hafinu ger ég ekki lengur mun á raunveruleik og ímyndun. Ég sé staði. Ég sé fólk. Það var einmitt það sem ég sá þegar ég var þarna niðri. Hvað vitum við draum okkar? Eru þeir ekki fyrirboðið þess sem koma skal? Eða minningar löngu liðinn tíma? Ég veit mér óhætt að segja ykkur hvað ég held. Lóðu mér að reyna. Fyrstu Atlantisbúar komu langt að og komu til jarðar fyrir meira en 1.000.000 árum. Þeir voru fullkomnir að öllu leyti og hjartahreinir. Þeir tóku á sig mannsmynd til að líkjast suðurapanum, hinni þróuðu mannapategund sem þá byggði jörðina. En þeir voru langt frá heimkynnum sínum og þeim leiddist. Engu að síður hjálpuðu þeir suðurapanum að þróast og verða að manni. Og þeir léku hvers kyns leiki með mismunandi árangri. En það var ekki nóg. Allir Atlantisbúar voru sendir heim og þeim refsað. Öllum. Minningar mínar frá þeim tíma eru dálítið ruglingslegar. Ég veit að þeir koma aftur síðir. Þeir fóru einhver tíma eftir að neanderdalsmenn hurfa af sjónarsviðinu og áður en Cro-Magnon-menn komu til sögunar. Fornir egypskir prestar tala endurkomu þeirra og það var orðið langt síðan þeir komu. Ég nam egypska goðafræði og ég var mjög undrandi. Ég vissi ævinlega hvað ég myndi finna áður en ég hóf leita að því. Einhvern veginn hafði ég lifað þetta allt saman. Platón tala líka Atlantis. Handan við Gíbraltar er dásamlegt land, stærra en Líbía og litla Asía.
Bróðir minn, konungur, hermenn okkar verða latir að þessa aðgerðarleys. Ef þú gefur skipuð þína förum við burt og vinnum nýja sigra, aukum á veg Atlantis. Þjóð okkar hefur ævinlega látið visku og góðvild stjórna gerðum sínum. Við höfum ekki sóst eftir ofbeldi og sigrum. Vita hermenn okkar ekki hvernig þeir geta öðlast hamingju. Ekki mesti sigur sem Atlantis getur unnið fólgin í að íbúar séu dygðugir. Hermenn okkar kiknundir og ekki dygða á leiðinda. Vinátta og viska hafa ævinlega verið okkur leiðarljós. Þeir eiginleikar eru fjársjóðir Atlantis. Hersöðingi gættu þess að eyðileggja ekki lífshamingju Atlantisbúa og þú æðsti prestur. Vita mátt að brátt mun óvinirnir standa út fyrir borgarhliðum Atlantisbúa ef við sýnum eigi herstyrk okkar. Menn mínir eru eirðarlausir. Ég vona að þessi svikari sé að minnsta hvort í nothæf fiskafæða. Nei, æ! Nei, nei! Æ! Jæja, bróðir minn, hefurðu skipt skoðun. Ætlar að leyfa okkur að fara eða verðum við að beita enn meira ofbeldi til að þú skiljir okkur? Farðu þá, kæri bróðir, og megirðu læra á leið þinni að dýrið Atlantis byggist á réttlæti fremur en fánýtum draumum sigra í hernaði. Réttlætið mælikvarði allra hluta. Mælikvarði allra hluta. Og við sem erum risar meðal þjóða, ég skal sýna þér hvers virði mælikvarðin er. Mamma, þeir eru að fara í stríð. Mér langar að fara með þeim. Þú ert ekki nema 14 ára. Mér finnst þú enn vera litli drengurinn minn og ég er á móti þessum tilgangslausu bardugum. Hinn sigursæli her okkar hefur lagt undir sig öll lönd umhverfis Miðjarðarhaf. Brátt kemur röðin að Grikkjum síðan Egyptum. Her okkar. Er það hermenn Atlantis sem guma af óunnum afrekum sínum? Þú ert veiklindur, konungur. Þú veldur ekki verkefni þínu. Er þetta hið sanna ljós Atlantis? Erum við ekki hinnir útvöldu? Valdir til að hlúa að menningun og láta hana blómstra í heiminum. Nú er langt liðið á okkar skeið. Við munum lendi miklum hörmungum. Endi heims okkar nálgast. Það er skylda þín að kalla her Atlantis heim, annars mun hinn æðsti vilji valda eyðileggingu meðal okkar. Herra, þá það, við hverfum brott úr þessari borg, við þolum ekki lengur það sem framfer hér. Tryggi vinur, þú yfirgefur mig þó ekki. Hvernig geti ég farið frá þér, herra? Brátt verður öllu lokið. Það er rétt að búa fólkið undir örlög sín. Pabbi, ef það er rangt að þegja þetta stríð, hvers vegna skipar þá ekki bróðinum að snúa heim? Heldur það að hann myndi hlýða mér þótt ég skipaði honum það. Hann hefur ævinlega verið ósáttur við að vera ekki konungur hér. Þegar hann leiðir hersinn til orustu þá er hann konungur. Þar er hann æðstur ráðamaður. Skiptir ekki velferð þjóðarinnar meira máli en velferð tveggja bræðra? Sonur minn, hjarta þitt er viturt, en sumum mönnum er ætlað að stjórna þjóðinni og ég held enn að ég sé réttlátari stjórnandi en hann hefði orðið, en samt, hafi konungurinn ekki vald til að beita visku sinni er viskan í rauninni lítils virði. Þetta sagði faðir minn fyrir 9560 árum, en dag nokkur fengum við nýjar fréttir. Her okkar var á flótta, flýði undan gríska hernum og sigurvegararnir ráku flóttann. Föðurbróðir minn kom aftur, betur að stjórnin hefði aldrei stutt hann til herfararinnar. Hann rændi og ruplaði hvarvetna á leið sinni. Ég verð að tala við bróður minn. Það er eina leiðin til að koma í veg fyrir algjöra eyðileggingu. Ef ég býð bana verður þú að annast móður þína og þjóð okkar. Enginn dauðlegur maður má storka örlögunum. Æ! Ó, konungurinn! Þeir myrtu konunginn! Blóð föður míns kallar mig. Ég verð að fara, móðir mín, sæmd mín er í veði. Sú sæmd er dýrkeypt, en farðu, sonur minn. Hvað gagnar þér að fara? Endalokin eru nærri.
Sjáu þið? Æ. Nú ég konungur Atlantis. Nú ég konungur. Ég mun ríki 1000 ára. Sonur þinn mun lifa. Hann mun lifa jafn lengi og við. Flýtið ykkur. Þú verður að fara frá jörðinni eins fljótt og þú getur. Það er eina von þín. Og síðan hef ég ævinlega fundið til í vinstri öxlinni. Vitringarnir voru þeir einu sem komust undan og í kokkar. Þeir sem höfðu afneitað ílskunni. En þeir gátu ekki komið upp á yfirborð jarðar. En verða þeir að lifa í djúpum hafsins. Ef barn fæðist í volgu vatni getur það barn lifað í vatninu, alveg eins og það lifði í móður kviði. Kannski eru það afkomendur þeirra sem við Pési sáum dansa. Gátu þeir haft samskipti við fólk á yfirborði jarðar? Ég held að einn góðan veðurdag muni silfurlitu ör skjótast upp úr hafinu og stíga til himna í dýrlegum söng. Þann dag verða þeir sem lifðu af eyðingu Atlantis frjálsir og fá leyfi til að hverfa til sína upprunalegu heimkynna.